gáttu ekki verið í frábæðinu útsendingu eins og sumir óskuðu, en við gátum þó gert þetta. Við höfðum fyrra hluta þessara þátta. Við lítum við Sjálfstæðisflokknum. Hver er stefna Sjálfstæðisflokksins? Já, nú er verið að kjósa á sveitarstjórnarstiginu og við erum með stefnumál sem að má segja séu sameiginleg út allt land sem að búa til gott umhverfi fyrir fjölskyldunar og vera með góða skóla, hafa álögur, svona eins lágar og hægt en fara vel með þá skatta sem við fáum frá fólkinu og við viljum hafa gott íþrótta- og æskulýðsstarf allt land, reka sem sagt góða skóla og hafa samgöngurnar í lagi. En síðan alltaf þessi sérstökum mál fyrir hvert og eitt sveitarfélag sem eru útfærð í öllum kosningum. Hvar er flugvöllurinn að vera? Já, hann er hérna í Reykjavík og ég hef ekki fundið neinn annan betri stað fyrir hann, þannig að hann verður þá bara áfram þar sem hann er. Ég sá í fréttablaðinu daginn að Sjálfstæðisflokkurinn var í öðru sæti. Hvað segir þú um það? Ég vil sjá Sjálfstæðisflokkinn í fyrsta sæti og mér sýnist að hérna í Reykjavík þá séu þetta að verða mjög spennandi kosningar, þannig ég hlakka til að sjá þegar við byrjum að telja atkvæðin í kvöld. Langar þér að borgarlínur eru settu? Ég vil sjá góðar almenningssamgöngur en mér finnst þetta dálítið bólgin hugmynd þessi með 70 milljarða borgarlínuna og er ekki sannfærður að sú hugmyndafræði gangi upp og ég vil heldur ekki að við bíðum með að gera allt annað á meðan að verið að safna peningum í borgarlínu. En nú er mikið verið að tala að stækka Laugardalsvöllinn. Hvað segir Sjálfstæðisflokkurinn um það? Já, mér finnst að Laugardalsvöllurinn sé orðinn gamall og þreyttur og að við eigum að hafa metnað til þess að byggja betri völl fyrir íþróttafólkið okkar. Stelpurnar og strákarnir eru farin að ná góðum árangri á alþjóðavísu og síðan ef við byggjum flottan völl þá er hægt að nota hann í svo margt annað en að bara spila fótbolta. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir því að koma að því að endurgera þjóðarleikvangi. Takk fyrir þetta, Betur Ben. Takk fyrir þetta, strákar. Strákar fá B frá mér. A. Ég veit það ekki alveg sko. En það er klart. Og þetta eru rappa bara fullt af svona með. Já, ég fekk mér þetta þérabælis. Já, það eru nokkrar gerðir. En ég er búin að hugsa núna að ég segi A, reyndar. A? Alveg fyrsta flokks. Já. Já. Það er bara B7. Það er nefnilega það. Eru flokkarnir með borgarlínur? Alls ekki. Við erum á móti borgarlínu núna. Minn flokkur er með borgarlínunni á sjálf. Við erum svolítið á móti borgarlínunni. Ég er mikill stuðningsmaður hennar. Já, og við... Við lítum við Viðreisn. Hver er helstu stefnumál Viðreisnar? Við hefum lagt áherslu á atvinnumál, það verður gott að hafa mikið góðir vinni í borginni og skólum. Það er svona okkar helstu stefnumál. Hvað er flugvöllurinn að vera? Ég myndi vilja sjá hann fara eitthvað annað, en það myndi sko taka smá tíma að finna stað fyrir hann. Þannig já, ég myndi vilja sjá hann finna eitthvað stað annan. Ég kann ekki alveg að finna stað á flugvelli sem er alltaf á Hvassahraun, það er talað einhver aðra staði, en ég held að það sé gott að finna honum annan stað. Á meðan sá staði fundin, þá er það þess. Hvað segir þið í Viðreisn og borgarlínunum? Já, við erum hrifin af borgarlínunni, við heldum hún sé svona framtíðarlaust fyrir samgöngur í Reykjavík. Þannig að við erum fyrir borgarlínu. Margir flokkar hafa talað að borgarlínu sé of dýr. Hvað segir þið um það? Borgarlínan kostar töluvert mikið, en það kostar líka heilmikið að gera vegi og byggja brýr. Þannig að við viljum, það er rétt að hún er ekki ókeypis, en við teljum enga síður hún sé þess virði að gera. Takk fyrir þetta, Páll. Takk svo leiðis. Hvað segir þið við borgarlínu svokallagi og eru þið stressað fyrir kjördag bara? Alveg er eina pólitísk spurning núna eða svona aðal. Hvort þið séu stressað fyrir kjördag? Já. Nei, við erum bara ógeðslega spennt. Það ekki? Jú, ég skal alveg viðurkenna smá stress, smá fiðringur, en þetta er aðalega bara gaman og ótrúlega spennandi. Gaman að sjá hvað gerist í kvöld. Jú, listanir benda til þess að þú ert líklegurinn.
Nei, ég er ekki, ég er svo lágt niðri, sko. Ég er bara svona að stýra baráttinu og láta fólk vinna. Þannig að við komumst inn. Jæja, takk fyrir þetta. Benediktur, hvað segir þú um Viðreisn? Mér finnst mjög gaman að vera í þessum hópi. Þetta er hópur sem er mjög mikið áhuga á borgarmálunum, mjög mikið á góðu fólki hérna eins og þið eru búin að sjá. Að ég sá að þið gengu hérna salinn. Þannig að þetta er flokkur fyrir fólk sem vill að allir ráði sér sjálfur, ekki að ríkið sé að hugsa fyrir fólk. En hvað finnst þér að þau séu bara að ná svona rosalega vel upp í skoðanakannanir? Já, það var mjög ánægilegt svona í lokinni. Ég held að sé vegna þess að við erum með svo góða frambjóðendur. Hérna til dæmis í Reykjavík erum við með Pavel Bartósek og Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, svakalega flottir frambjóðendur í fyrstu 2 sætunum. Fyrir utan það hvað við erum með góða stefnu. Ég held að langt flestir svona inn við beinið hugsi, það er best að hafa fólk, skynsamt fólk í forystu og fólk sem vill ekki vera að stjórna allt of mikið, heldur leyfa fólki að ráða sér sjálft. En hvað segir um borgarlínu? Já, borgarlínan, hún er nefnilega svona mjög stór og dýr framkvæmd og þess vegna er það ekki skrítið þó að menn hugsi sér tvisvar um. En ég held að ef við förum í borgarlínuna og segjum það að síðan eftir nokkur ár það komi einhver ný tækni sem veldur því að það verður ekki sniðugt að gera þetta akkurat eins og menn að hugsa það núna. Þá vantar okkur samt vegi út úr bænum og inn í bæinn. Þá er þetta komið í okkur. Já, gott. Hefur smakkað meira, samt góð hugmynd. B. Gott kvöld og velkomin í Borg í Reykjavík. Í dag ætlum við að skoða þessi borgarlína. Ég er ekki byrjað. Ég var ekki byrjað, Magnús. Gott kvöld. Nei, ekki svona smábarnar kaffi. Geta þér ekki bara fengið 3 pássur á dag? Það er ekki nóg. Sænskus. Og borðið í sænskus. Gott kvöld og velkomin í Borgarsýn Reykjavíkur. Og borðið. Við lítum við höfuðborgarlistanum. Hver eru stefnumál höfuðborgarlistans? Stefnumál okkar stærsta stefnumál, það eru húsnæðismálin. Það er okkar stærsta lífsgæða og öryggismál fyrir íbúa að eiga hús tak yfir höfuðið hérna í borginni. Við ætlum að byggja 10.000 íbúðir fyrir ykkur fólki sem á heima hérna í borginni svo að þið getið vaxið og dafnað og unga fólki getið keypt sér íbúðir á góðum verðum og við ætlum að sjá til þess þegar við förum að stjórna borginni að borgin hugsi fólkið þannig að hún gerir þær kröfur að það sé hægt að byggja hér byggingar fyrir fólk á viðráðanlegu verði. Hver eru helstu önnur stefnumál? Mengurinn í borginni, mengunar og umhverfismál eru risamál hjá okkur og við viljum ekki festa svefn í ráðhúsinu fyrir við erum búin að ná mengun í borginni undir viðmiðunarmörk. Og svo viljum við hafa hreina strendur svo að þið krakkarnir getið farið að leika okkur við strendurnar og huga að öryggi ykkar við strendurnar. Það er að skólpið þarf að renna óhindrað út í sjóinn og það viljum við alls ekki. Og svo ætla ég að sjá til þess að Reykvíkingar fái hreint drykkjarvatn alltaf úr krönunum hérna í Reykjavík og ætla að finna ný vatnsból fyrir okkur og fyrir ykkur. Fólki sem er að vaxa og dafna til framtíðar. Sko, það var bara hugmynd í gær. Hvort það var hægt að gera rafmagnsflugvélar vegna þess að flugvélar mengar svo mikið. Já, það er reyndar í flugvélaheiminum. Ég fylgist svolítið mikið með flugvélaheimi. Ég er mér finnst mjög gaman af flugvélum og fer stundum hérna niður í Nauthólsvík og horfa á landhelgisgæsluna og fylgist með henni og mér finnst það mjög gaman að taka á loft og horfa á flugvélarnar. En það er mikil bylting í flugvélaheiminum í umhverfismálum en það mun taka aðeins lengri tíma en við höldum. Hvað segir rafmagnsflugvélar? Já, rafmagnsflugvélar. Það eru náttúrulega komnir svona drónar, strákar, sem eru farnir að fljúga svona fyrir ofan borgir einhvers staðar í heiminum með pizzasendingar og pakkasendingar og svoleiðis. Og ég
Ég veit ekki alveg hvað er langt í það að rafmagnsflugvélar, svona stórar þotur eða flugvélar koma inn. En það er svo gríðarlega tækni, svo í umferðinni. Ég til dæmis vil ekki fá borgarlínu, vegna þess að það er alltaf dýrt verkefni fyrir okkur Íslendinga. Og ég held að við séum bílafólk. Og ég vil fá deilihagkerfi og sjálfkeyrandi bíla sem eru umhverfisvænir og líka deilihagkerfisbílarnir eru umhverfisvænir. Það sé ég fyrir mér hérna í framtíðinni hérna í Reykjavík. Takk sem leiðis og gaman að fá ykkur hérna. Yndislegt, takk. Við séum eftir eftir. Ertu stressuð fyrir kosningar? Mjög stressuð. Mjög stressuð. Er það út af fylginu eða er erfiðast? Já, það er svo skrítið að þessi dagur var alltaf á leiðinni, hann var alltaf að koma og það var alltaf langt í hann, en nú er hann bara í dag og þá fær maður svona einhvern veginn svona klemmu í magann og verður svona svolítið spenntur af því að nú í dag gerist allt. Í dag segir fólk frá því hvað það vill og hvernig það vill að borgin sé stjórnum. Ef þið mælist illa í þessu, ætlið að bjóða áfram og ætlar að vera ennþá lista eða það gefast upp ef þið náðu ekki núna? Við ætlum ekki að gefast upp, við höldum áfram. Höfuðborgarlistinn er listi borgarinnar og við ætlum að þjónusta íbúa Reykjavíkurborgar og það er hægt að gera það á margan hátt. Þakkakan var svo besta út af því að þjónustan hér er rosa góð og þess vegna treysti ég höfuðborgarlistinum og líka hvað þau hafa góða þjónustu hér. Kíkjum í miðflokkin. Hvað er það þessu að gera? Við skulum hugsa hvað við eigum að gera bílastæðahúsin. Tónleikahallir og íþróttahallir. Það er okkur bílastæði í Laugardalnum. Já, hér ætlum við að vinda okkur á kosningaskrifstofurnar hjá VG. Hvað er það bónusverkar við með þessar kosningar? Við þurfum ekki okkur eitthvað til að prýða bílastæðahúsin. Að aldrei nota nerf, snæper eða riffil dúllurnar mínar. Þetta er bara sjálfboðalið. Það er nýjasta tískan, klónajakkar, alveg eins og gerði hlutverk. Svona gerist krakka mínir, þið drekki alltaf mikið að túpa. Gerðu ekki fyrir mig. Hvað er þetta? Þú ert bara sjálfboðaliði. Lesið við meira dúllurnar mínar og auðvitað Gandálfur ef við ekki heyra sögurnar. Þegar vera alltaf í baði dúllurnar. Jólasveina að sofa í friði dúllurnar mínar. Hei, hvað er að gera þarna Úlli maðurinn? Bara sjálfboðaliði, Ammi. Ekki gera grín af dvergum dúllurnar mínar, það er bara dónaskapur. Já. Þið stuttu úlfagrínin mín og gleðilega kosningar. Þið vitið hvað þið kjósið. Bye bye!